Svona það vantarlega eitthvað hljóð núna. Það allan, ég sé hérna á ykkur hljóðmæli að þetta að skila sér. En gaman að sjá ykkur og verið velkomin og þetta svona jólastreymi. Ég að prófa hérna einhverja nýja græður og ég veit ekkert hvort þetta virkar eða ekki en það kemur bara ljós. Þið sem eru hérna á að horfa, það væri gaman að svona, við myndum smella þarna einu kommenti eða svo sjá að þið séu á lífi og hress. Og eins líka ef það eru eitthvað spurningar eða eitthvað svona sem tengist gítarleik eða bara gítar almennt eða tónlist eitthvað sem ég vonandi get svarað, þá það bara æðislegt. En mér langaði til þess að fjalla þessum svona framhalda það sem við vorum að skoða daginn þegar við vorum að spila dúr tónstiga vorum að spila dúr tónstiga á eitt streng og þá vorum við að spila E-dúr tónstiga og það hægt að leika sér mjög mikið með þetta með því að spila jafnvel opin streng á milli og það mjög skemmtilegt með eins og í kennslu og svoleiðis að krakkar eða fullorðnir sem að læra þetta að þetta mjög einfalt að spila en þetta hljómar svolítið skemmtilega og það þetta tengir unni margar æfingar í eina svona ég heyrði gítarinn bara í öðru eyranu og röddinni hinn og þetta var alveg að gera mig brjálaðan en ég vona að þetta sé að skila sér núna að þetta sé í mónu og fínt en já eins og segja að þegar við erum að spila þetta og þetta verður svolítið svona skemmtilegt og við getum svona flutt okkur á aðra strengi mjög auðvitað og við skoðuðum líka hérna B-strengin eins og við komumst ok, þetta er hátt hérna svona ok og svo ef við skoðum fleiri strengi við erum komin hérna á G-strengin og ég að, eins og ég sagt áður, ég að vinna í því að útbúa svona svæði á heimasíðunni þar sem að það er að downloada þessum ég ætla að teikna ykkur svona myndir með þessu dóti ykkur skýringamyndir með hljómum og þessum skölum og þessu dóti sem við höfum farið yfir og þið getið þá downloada því bara þannig að það kemur á næstu dögum það er nú að gera þessa dagana og það mun koma en ef við skoðum þetta þrennt eins og voru búin að skoða þá getum við myndað í rauninni hljóma út frá við erum bara að spila eins og hérna eins og þessa 3 nótur eða 4 og svo hér svona og hérna þannig að við getum myndað hérna er fyrsti hljómurinn, heima hljómurinn í E-dúr og við förum bara upp skalan á þessum 3 strengjum í einu og það myndar ákveðna hljóma sem eru í rauninni heima hljómennir í þessum tónstiga og þetta eru í rauninni mjög einfalt, þetta eru 3 típur af hljómum það sem eru dúr moll aftur dúr moll og svona minnkaða hljómur það þýðir það að þetta er grunntónn lítil þríund og lítil fimmund svona
ef við bætum einni við úr tónstegunum þá er það lítil sjöund sem því þetta er hálf minkaður hljómur, ekki dim hljómur. Ok, þannig við getum leikið okkur svolítið með þetta. Þannig ef við verum að spila til dæmis sóló eða eitthvað svoleiðis, þá getum við mjög auðveldlega nýtt okkur þetta að hvort sem það er að spila einhverjar línur með hljómunum eða þar sé þessum 3 hljómum eða einhverja búta úr því. Og svo getum við fært okkur á aðra strengi líka. Núna erum við á E-streng, B-streng og G-streng og ef við færum á B-streng, G-streng og D-streng þá voru komið þessi hljóma. Voru komið E-dur, Fí-smól, G-smól, A-dur og B-dur. Og svo ef við höldum áfram hérna niður frá E-inu þá eru komin að minkaða hljóm og komin hérna með sí-smól. Þannig að þessi tónstigi getur fengið svolítið svona skemmtilega við getum sett svona mismundi liti inn í tónstigan með því að inn í hljómi. Þannig ef að það var verið að spila aðrir að spila þetta þá er þetta að lauma þessu svona inn og líka hvort sem það eru hljómar eða hvort sem það eru einhverja línur. Og þá er svo mikilvægt varandi eins og að spila sóló og svoleiðis. Það er alveg ofsalega mikilvægt að kunna hljómana, að vita hvað við erum að spila og hvaða hljómur er í gangi þegar við erum að taka sóló. Því að það eru þessa nótur sem að skipta mestu máli og eru svona öruggar, ef það er orðað þannig, að þegar eru til dæmis að vera að spila eins og þessi tilfelli, við erum ennþá í E, að við vitum hvaða nótur eru í þessum hljómi. Hérna er þessi sjöund sem ég talaði um daginn og þetta er hljómur sem heitir E major sjöund sem því það grunntónn, þríund, fimmund og stór sjöund og ef við kunnum tónstegan þá veitum það að grunntónnin þríund, fimmund og stór sjöund. Þannig að ef við verðum að spila sóló, þessi hljómur væri í gangi, þá getum við valið eitthvað þessum nótum og okkar reynsla kíkar þarna svolítið inn að við þurfum að vita hvað svona læra inn á sandinn á þessum nótum og veit okkur þannig orðaforðan sem að við þurfum til þess að geta tjá okkur eins og við viljum. Til þess þarf maður til dæmis að æfa sig. Ok, við erum að spila hérna E major sjöund hljóminn og hérna er þríundin í hljónum. Það segir mjög sterkt, þetta er dúr hljómur og þetta var þríund, grunntónn, fimmund, grunntónn og sjöundin. Þannig þetta eru tónarnir sem eru í hljómnum og svo getum við fyllt upp í þetta með alls konar tónum inn á milli
þannig að við erum með og fært okkur aðra strengi líka. Og núna er bara að spila þetta rauninni á eitt streng og en við getum endilega æft okkur að spila á fleiri strengi. Þannig að við lærum svona okkur ákveðin pattern, eða munstur sem við getum nýtt, en við þurfum að átta okkur á því hvaða nóta er hvað. Og í hvað samhengi þetta er. Og það er þessi orðaforði sem maður er að tala um. Nú, svo þegar við skiptum hljóm, þá þurfum við átt okkur á samhenginu sem er þarna á milli. Og þannig að segjum til dæmis að við séum hérna með E-nótuna, eða E-hljóminn, og næsti hljómur sé A-major 7. Og þá er mjög mikilvægt fyrir okkur að geta séð hvaða nótur eru kannski sameiginlegar. Og hérna erum við þá er þríundin mjög sterk og svo skiptum við yfir í A-ið og þetta er sameiginleg nóta, hérna erum mjög sterk og skiptum yfir í A, þá fær þetta allt annað sound. Þannig að við þurfum að hafa það í huga hver er hljómurinn sem við verum að spila yfir og í hvaða samhengi er þetta allt saman. Takk fyrir Sindri minn. Það var mikilvægt í þetta, mjög mikilvægt í þetta. Já, takk fyrir komuna líka. Gaman að segja þig. Ok, sameiginlegar nótur. Þannig að við erum að spila hérna mjög sterka nót í E. Og svo veitum við það, næsti hljómur er A. Og þá þurfum við eiginlega að hugsa þess nokkuð skref fram í tíman að við erum að spila sterka nót í E og hvaða nótu ætlum við að spila þegar kemur að A-inu. Og þá er eins gott fyrir okkur að kunna fingerborðið hvar nótunar eru og þá þurfum við, það hjálpar gífulega að kunna mikið af hljómum og þess að 3 hljóma eins og núna erum við sko hérna A, ég spila A3 hljóm hérna líka hér og þannig að þá get ég hoppað svolítið á milli þessara á nokkra svona örugga staði. Þannig að hérna í einu erum við þennan gaur, svo fyrir A-ið og þessi. Þannig við erum að spila hérna sóló eitthvað í einu. Og svona þarf maður eiginlega að fara í gegnum svona flestar hljómaraðir og skoða þessar algengustu hljómaraðir og finna sér svona leið í gegnum þetta og það hjálpar okkur gífurlega að geta spilað betri sóló, búið til fallegri melodíur, svona melodískar laglínur. Þannig að það sem að er svona að tala melodísk lína er inni og melodískt sóló mann eftir að Sigurður Flósason saxófónleikari kendi það í einhverjum tíma mann mjög vel eftir að hann tala þetta að tala gott sóló, melodískt sóló væri þannig að þú myndir taka undirspilið burtu
hljómana burtu og væri bara línan frá þeim sem að spila, hvort sem að saxofón, gítar eða hvað, að þá getur heyrt hljómana í gegn. Og mér finnst þetta mjög merkileg pælinga því að maður var svolítið fastur einhvern veginn í yfir þennan hljóma, þessi tónstigi, yfir þennan hljóma, þessi tónstigi, en það er unni þessar líkilnótur hverja hljóma sem skipta máli, að við erum að segja það ef við hittum á þessar sterku nótur, þá erum við í rauninni að segja, aha, ég veit hver við erum, ég er ekki týndur, og þannig getum við þrætt okkur í gegnum hljómana á mjög auðveldan eða fallegan hátt, skjára það þannig að til dæmis það að ef við erum hérna aftur í E og erum að þarna er eitthvað algjörlega nýtt og það væri komin í þennan hljóm. Þannig eru komin líka einhvern annan hljóm. Komin í annan hljóm þarna. Annan hljóm. Þannig að svona getum við farið gegnum margs konar hljóma með þessum sterku nótum, með því að þekkja alla hljómana og hvaða nóta er hvað í hverjum hljóm, þegar það hjálpar okkur að þræða okkur í gegnum lagið og vera melodisk í því sem við erum að gera, hvort sem það er að búa til laglínur, semja lög eða spila sóló. Þetta er nú svona það sem ég hafði að segja í dag og ég vona að þessi ykkur er nær með þetta og ég veit ekki hvort að þetta er of einfalt eða flókið fyrir ykkur. Það væri gaman að heyra frá ykkur og ég fengi nú talsvert af skilaboðum og svona, það er æðislegt, virkilega gaman og gaman að fá þessi komment hérna og já, eins og sé, planið það að hittast hérna á hverjum degi klukkan 8 fram að jólum og það eru einhverjir dagar sem ég kemst ekki en þá verð ég vonandi búin að búa til eitthvað vídeo sem ég þá sett hér á síðuna í staðinn. En takk hérlega fyrir í dag og ég hlakka til að sjá ykkur á morgun. Takk.